Heyrðu, já, áður en ég fer í fyrirlestur dagsins, þá langar mér aðeins að tala um þetta. Sáu þið fyrirlesturinn? Eru búin að horfa á hana fyrirlestur? Já, hljóðfyrirlestur. Ég langaði aðeins að svona fara rosalega hratt í gegnum þetta hérna og athuga hvort það sé einhverjar spurningar með þetta og rifja kannski aðeins upp þessa þessi munstur. Já, svona þemað í þessu þessi refactoring og þegar þeir eru að vinna í svona verkefnum þá alltaf, maður getur eiginlega ekki keyrt neitt vegna þess að það ekki til, segjum sem svo að þið væru að forrita þetta og þið búið bara þennan service stub til vegna þess að það ekki til neitt database fyrir þetta, þá getur þið testað, klientinn testað eitthvað, þannig að meira alltaf að refactora stöðugt og út á það gekk þessi fyrirlestur svolítið, en þetta ég ætla nú bara leggja áherslu á þetta technical depth dæmi. Það er oft sem að menn svona ekki já, ég lagi þetta bara seinna og síðan kemur aldrei seinna því að það bara næsta verkefni og svo framvegis og svo enda það með bara einhverju drullu og ég ætla að tala um þetta þegar ég fer að tala um fyrirlesturinn á eftir. Þetta sem sagt Conways lagmálið. En þess vegna þarf maður að stöðugt að vera refactora hlutina. En þetta var sem sagt dæmið sem ég tók og þetta dæmið sem í dæmatímanum í næstu viku, í þessari viku. Mánudag ok. Já. Þannig að þetta dæmið sem í dæmatímanum og hérna við sem sagt að horfa svolítið á þetta frá vandamálunum. Þess að þú notar design pattern þannig, þú ert ekki að velja design pattern fyrst, þú ert með vandamál sem þú ert að leysa og þá sprettur design patternin upp og hérna var það þetta gateway sem við búum til fyrir, þannig að hann dæmigerð gátt á þjónustu, þannig að alltaf þegar við erum með eitthvað svona, þegar við gerum databasein þá gerum við gátt á databasein, gátt á töflu og þetta munstur gateway einmitt til þess að okkar kóði customer lease og asset og þetta dót sem hann einhvers staðar í kódbasanum okkar þeir nota allir okkar gátt í staðins að nota pricing packets því að pricing packets gæti breyst og þá viljum við ekki að fara út allan kódbasan til þess að leita þessum breytingum, það vera einangrað, þannig að þetta mjög einfalt munstur. En það líka eitt sem við skulum muna, þessi gæi hefur ekki neitt svona logik, ekkert business logik, svo kallað, við erum að tala um business logik, en þessi gæi ekki með neitt business logik stuff og ef hann með business logik þá ætti hann að heita eitthvað annað en gateway, því að skilgreiningin á gateway að hann bara gátt en gerir ekkert annað. Já, svo byggum við til hennar sender hérna og það voru nokkur atriði sem voru svona, sem að trufluðu okkur, takk eftir því við hardkóðum þarna mail serverinn sem náttúrulega stórhættulegt. Þá þarf að breyta, ég hef lent í þessu að það hardkóða gildin í skrá, finnst ekki sourcein og þá þarf að breyta þessu. Við lentum í því, það var bara hardkóðaður path inn í kóða, við fundum ekki sourcein. Þetta var eitthvað applet sem við gerðum og við þurftum að bara opna þetta í binary og náðum að hakka það þannig. Og annar böggur sem ég man eftir var þegar að vorum að lesa getrunaraðir, þá var hardkóðaði bufferstærðin. Það er að segja, fyrir mörgum árum áður þá gerði developerinn þetta kassa allt í henni, jóks og salan hjá getrunum og við erum að lesa allar þessar upplýsingar og það var bara tekið frá, það var búið til einhver array fyrir geimaðir í minni og gaurinn sem forritaði þetta, hann sagði, já, 30, það verður aldrei meira en það. Svo einn daginn var það meira en 30 og þá krassaði allt og þá þurfti að finna sourcein, þannig að þessi hardkóðu gild eru oft varasöm. Já, hérna það sem við tókum eftir, sjáum við að exception handlingin asnaleg, svona gengum maður ekki frá kóða. Þetta prentar út stack trace og það gallin við þetta það að þegar við keyrið þetta í production umhverfi þá er fyrsta lagi enginn að horfa og öðru lagi þá ekkert að prenta til. Það er enginn
þetta fer ekki neitt, þetta ekki að keyra á neinum skjá. Þannig að þetta ekki alveg nóg gott. Þannig að við löguðum þetta, gerðum hana interface sem að sendirinn notar og þá notum við plugin til þess að plugin munstrið akkurat það sem við notum í, þannig að við erum að nota akkurat þetta í þessu verkefni. Og það þessi faktoría sem að hleður þá inn þessu dóti og þarna þessi mail faktoría sem við notum. Og eitt sem við gerðum var að búa til svona generiska abstrakt faktorí, minnum hann hét, og svo mail faktorí. Hérna sem sagt hönnunin okkar. Þá erum við með generiskan faktorí, hann sér það sem að sameiginlegt í þessum layer. Ef við værum með aðra faktorí, þá myndum við geta bara ert faktorí og fáum hann að load properties og load class. Og þá þarf þessi faktoría og svo næsta og næsta og næsta ekkert að vera að sjá þetta property. Og þetta semst layered supertype þarna og faktorían útfæra plugin og mail senderinn semst útfæra þetta mail service interface. Og hérna semst faktorían, dæmi hana. Það ekkert í skilaverkunum sem segir að þau þurfa að búa til svona faktorí. Það eitthvað Ruber faktorí, eitthvað svoleiðis. Og hér til dæmis dæmi hvernig maður ætti að meðhöndla exceptionir. Þetta ein leiðin, þá erum við með grípum file not found exception, búum til streng, setjum loggum þennan streng út og skilum honum síðan í factory exception sem við byggum til. Og sá sem að kalla á þetta, hann þarf að grípa það. Og þetta checked exception, sem því það verður að grípa hana. En þetta til dæmis leiðin til að það þarf að logga þetta út sem sagt. Það enginn sem að les konsólinu og horfir á þetta, hins vegar að lesa menn loggana. Það rosalega algengt í production umhverfum að menn að grafa sinni logga. Og svona enterprise-lausnir búa til alveg tonn af loggum og það þarf að vera mjög góð tól til þess að analýsera þetta. Það alls konar hlutir sem að koma inn í þessu. Hér gerði ég tricks, ég breytti nafnin á mail service stubnum, setti X þarna, hann fannst ekki og þá gæti ég testa þetta dót. Ok, og svo gerðum við einhverja runtime exception líka. Það ekki að fara í gegnum allan fyrirlisturinn aftur, en svona taka highlightin á þessu. Og hérna service stub, ef við höfum ekki aðganginn. Og ég held að þetta sé, já, svo gerðum við mail message, þetta svona ekta data transfer object, einfaldur svona Podio. Og data transfer object, það eitthvað sem ég tala kannski seinna, þetta svona object sem eru með gögn sem fara milli layera. Og sum data transfer object eru mjög skrítin vegna þess að þau eru að koma upplýsingum á milli staða sem að kannski eiga ekki við, sem eiga ekki sérstaklega saman. Og hérna síðan hvernig við gerum, við viljum ekki hafa mail senderinn mail server nafnið hardkóðað og þá gerum við hérna eitt tricks. Interfaceið mail service sem að mail sendir útfærir og allir þeir sem að myndu vilja útfæra þetta, þeir þurfa að vera með eitt fall hérna sem heitir set mail server. Þetta sem sagt dependency injection. Þannig að injecta ég servernafninu og látum faktorín að gera þetta. Og þetta nefnilega beautiful hérna. Klientinn honum vantar service og hann spyr faktorín að kontu nú með þennan mail service fyrir mig. Hvað gerir hann? Þetta jú plugin virkni, hann les config-fælinn, býr til þjónustuna og svo keyrir hann þetta magic-fall hérna, service set mail server, injectar honum inn. Svo skilar hann hann tilbaka og þá klientinn hann uppi komin með mail sender eða mail service sem með öll gildi komin inn í sig. Og þetta ætlum við að gera til dæmis í datalayernum því að við þurfum að tengjast database serverum og alls konar svona dóti. Og þá þurfum við að hafa upplýsingar hvað þetta og þá látum við þessa faktoríur gera eitthvað annað. Og í þessu tilfelli þá gerir faktorían það að hún hleður inn klassanum og stillir hann. Þannig að þetta skemmtilegt tricks.
Heyrðu, er einhverja spurningar þetta? Var eitthvað óljóst í þessu? Það er ekki að fara í gegnum þetta aftur.